Í Grundarfirði fá 5 ára börn að ganga í skóla. Elsta deild leikskólans, Eldhamrar, staðsett í grunnskólanum. Þegar okkur bara garði var fallegur nemendahópur að útskrifast. 5 ára börn í Grundarfirði fá að ganga í skóla. Hvernig vildi það til? Það byrjaði aðalega í plássleysi í leikskólanum niðri. Og þau eiginlega ganga ekki í skóla, þau eru ennþá í leikskóla og eru ennþá með aðalnámskrá leikskólana, en þau eru með nýtingu í húsnæði skólans. Þau nýta svona annars konar þjónustu hérna innan þegar heimilisfræði, sund og íþróttir og smíði. Þannig að þau fá þessa þjónustu umfram kannski aðra deildir sem eru ekki staðsettar í grunnskóla? Já, þau fá stofunar, en þessi fög er náttúrulega unnin mikið á leikskóla. Það er unnin bara meira í gegnum leik og við gerum það. Þau hafa aðgang að kennara sem þekki stofuna og vinnur það þannig. En ég myndi segja að þessi fög væri nú mikið unnin í leikskóla, algjörlega. Eru krakkarnir betur í stakk búnir til að takast á í skólan þegar það kemur? Þeir eru búin að vera 1 ári á undan hérna í skólan? Þau þekkja sig betur, alveg klárlega. Varðandi hvort sé eitthvað ein best leið eða ekki, þá held ég ekki, þá væri allir með þetta. En þetta er bara öðruvísi og við erum ánum með þetta. Við veitum mjög góða þjónustu hjá þessum börnum. Og jú, þau þekkja sig náttúrulega betur í skólanum þegar þau komu upp. Og samlegðustu alveg hinum nemendum skólans? Já, þau gera það. Og unglingarnir eru sem sagt margir í vali hjá okkur, fá til þess að koma og leika með þeim og fara út með þau og gera svona ýmislegt og þau leika bara saman með öllum öðrum. Þetta er líka bara 1 ár. Er það val hjá unglingunum, segir að leika við yngri börnin? Já, það er svolítið svoleiðis. Það er við erum með 2 klukkustunda val sem er hægt að velja að vera á Eldhamrum undir eftirfylgd náttúrulega fullorðins eða leikskólakennara og þetta er bara nokkuð vinsælt. Þetta er bara nokkuð vinsælt og sérstaklega hjá strákum. Það er dálítið skemmtilegt að heyra því að yfirleitt eru það konur sem eru að vinna á leikskólum. Algjörlega. Það er mjög skemmtilegt. Þetta er líka þegar komast kannski aðeins í smá leik og fá að finna barnið í sig. Sigurður, þú ert ekki eini skólastjórinn í þinni ætt. Þetta liggur alveg í ætti fjölskyldunni og alveg langt aftur í ættir. Hversu langt tegir þetta sig og hvað eru þau mörg í fjölskyldunni sem eru skólastjórar? Þetta er góð spurning. Ég veit afa. Þú er ekki talið? Nei, ég er ekki talið, en ég held að það sé ekkert margir seinna. Ég er líka svo lélegur í ættfræði. En ég veit að afi var skólastjóri 30 ára í Hveragerði og ég veit að hann hætti 89 þar og ég veit að pabbi tók við þá og var í 25 ár. Meira veit ég, ekki aftur. Nei. En jú. Þannig að það er hann afiðinn og pabbiðinn. Já. Þú. Júlía systir í Borgarnesi. Og svo mamma prófaði þetta líka núna á Skagastrænd. Hún er búin að vera þar í 5 ár. Þannig að þetta er bara fjör, Þannig að við erum að tala um afaðinn, mömmuðinn og pappa. Já. Stóru systina. Og hvað, það er ein systir þarna sem fór eitthvað afvegaleiddist í eitthvað allt annað? Já, hún fór í viðskiptalífið meira. Óbúslegt kæruleysi hefur það verið? Já, þetta er svona, það tölvöld kæruleysi í henni, Elsku stelpan. Elsku stelpan. En hvað segirðu, það hefur fylgt þér hérna einhver mynd? Þessi mynd, já, hún hefur fylgt mér. Þetta er sem sagt, þegar afi var kvaddur 89, þá fékk hann þessa mynd frá Hans Kristjansen, sem er svona bæjarlistamaðurinn í Hveragerði. Var það allavega, og ég held að flesti Hveragerðingar viti hver þetta er. Og hann sem sagt afhendi afi fékk þessa myndagjöf. Gaf svo pappana þegar hann byrjaði í Hveragerði og þegar pappi hætti í Hveragerði eftir 25 ár, þá fékk ég hana. Ekki segja Júlíu. Kom aldrei neitt annað til greina en að vera skólastjóri? Jú, það kom ýmislegt til annað til greina, En ég tel mig þekki þetta, það er svolítið mikið talað þetta á eldhúsborðinu heima hjá mér og var alltaf svolítið mikið. Þannig mér fannst svolítið, það hafi ekki áhrif, veit ég. Það bara atvikast svona. Hafðir aðgang að gömlum glósum og svona? Gömlum ræðum, það er það besta, Tilurðu það hafa grætt mest af því? Langmest, það er bara uppgreita bara aðeins og